Já, ég heiti Edda Sif. Ég efnaverkfræðingur, stundaði nám við Háskóla Íslands og í Danmörku og líka í Bandaríkjunum og með doktorspróf. Og þaðan fór ég yfir í Carbfix og búin að fá að fylgja Carbfix allt frá upphafi frá 2007 þegar við byrjuðum vegferðina með bara hugmynd á blaði. Ef ég ætti að gefa ungum konum ráð út frá svona minni reynslu, þá það að taka sér fyrir hendur það sem að drífur þær áfram, að einbeita sér að því sem að þær vilja ná fram áhrifum í, ekki endilega elta það sem einhverjir aðrir eða aðrar að gera, heldur það sem drífur þær áfram. Þessi viðurkenning þetta mikill heiður fyrir mig. Það alltaf gaman að fá klapp á bakið og hrós fyrir vel unnin störf og ég lít á viðurkenninguna bara sem vottum þær væntingar sem eru gerðar til Carbfix hvað við getum haft áhrif. Ef ég var að tala til mín sem unglingsstelpu, þá myndi ég ráðleggja sjálfur mér að kannski minnka aðeins fullkomnunar áræktuna. Það gerir engum gott að alltaf að vera 100% í öllu sem maður gerir, þannig að slaka aðeins á, stefnaði að gera hlutina svona 80-90% vel og svona hafa aðeins meiri húmor fyrir sjálfur mér og viðfangsefnunum. Edda Sif, innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir mig. Áttirðu von á þessu? Nei, alls ekki. Þetta og hefur verið svolítið karllægur heimur sem þú vinnur í, verkfræðinu upp til heiða. Finnst þér breytingin liggja í loftinu? Já, algjörlega. Ég nú búin að vera í þessum orkugeira frá því ég var eiginlega bara 20 eða eitthvað og það hafa orðið alveg svakalega mikla breytingar. Auðvitað fyrirtækin komin mislangt, en mörg fyrirtæki eru bara alveg á þeim stað að konur og karlar standa bara jafnfætis í öllum verkum og störfum og þannig á það auðvitað að vera. Meinar það frá hjartarótum? Það svo? Þetta kemur alveg frá hjartanu, þetta algjörlega heiðalegt svar. Það alveg ærið verk að vinna ennþá þegar kemur að jafnrétti og eins og ég segi, fyrirtækin standa misvel, en mörg eru bara á mjög góðum stað. Og ef við horfum á Carbfix, fyrirtæki sem ég stýri, sem var bara nýsköpunarverkefni hér áður fyrr, að þar var konur dregið vagninn alveg frá upphafi og það sérstaklega gaman að segja frá því. Það var ekki bara ég, það voru aðrar konur undan mér, þannig að það mjög gaman að fylgja í þeirra fótspor. Og tekið mark á konum í þessum geira vegna þess að margar konur út í samfélaginu segja að þær leggi ýmislegt til málana, ýmislegt til hlutana, en það sé enn þann dag í dag aðeins meira marktakandi á köllunum á fundunum og við ráðgjöf og planeringu og því sem á að gera. Ég get kannski ekki alveg svara því. Ég upplifði þetta sem þú ert að lýsa sjálf á mínum yngri árum. Það allavega að hlusta á mig í dag, en ég auðvitað reyndari en ég var, en ég tengi alveg við að þegar fyrir einhverjum árum ég var að halda einhverju fram og kollega mínir sem voru jafnreyndir og ég hélt einhverju fram, þá var frekar hlusta á þá. Ég vona að þetta sé breytt. Carbfix draumur sem varða veruleika óræður í byrjun, en þetta eitt stórt ævintýri sem hefur tekist með þvílíkum tilþrifum að það tekið eftir því allt veröldina. Hvað fyrirbrigðið? Við í Carbfix tökum koltvíoxíð sem við spúum allt of mikið af út í andrúmsloftið og leysum upp í vatni, búum til sódavatn, dælum ofan í berggrunn, basalt sem alls staðar í kringum okkur og þar taka náttúrulega ferli við og umbreyta gasinu í grjót. Þannig að koltvíoxíð verður bara hluti af basaltinu í gegnum efnahvörf sem eiga sér stað bara alls staðar í náttúrunni og þetta gerist bara í gegnum eðlisfræðilögmálin alveg eins og þyngdaraflið. Þetta alveg magnað. Þannig að þið eru svona nýjasta ryksugan í heiminum? Já, að ákveðnu leyti. Við vinnum með fyrirtækjum sem að geta ryksugað andrúmsloftið eða hreinsað beint úr strompum, orku og iðjuvera. Við fókusum svo á að taka það koltvíoxíð, dælum þið niður og svo verður það að steini. Þessi hugmynd ykkar, breytir hún miklu hvað framtíðina varðar vegna þess að við þurfum að fullt af svona lausnum á að halda á komandi árum og áratugum. Þetta atriði ykkar hlýtur að skipta miklu máli? Algjörlega. Það þarf að innleiða mikið af lausnum til þess að við náum okkar markmiðum í loftslagsmálum.
Carbfix ein af lausnunum þar, dugar ekki til ein og sér, en þarf að vera hluti af heildarlausnamenginu. Til ársins 2060 þá þurfum við að koma föngun og niðurdælingu á koldíoxíði á sama skala og Gullfoss til þess að setja hlutin í samhengi. Við þurfum að fanga og dæla niður jafn miklu magni og sífellt streymir Gullfoss. Þannig að það æriverk að vinna. Það eru til aðrar lausnir heldur en bara okkar, en okkar svo eina sem að varanlega umbreytir koldíoxíðinu í stein og það auðvitað það sem við viljum. Þetta þarf að verða, við þurfum að koma þessu kolefni fyrir kattarnef varanlega. Ég heyri og finna og sé að þú talar ástríðu. Þetta eru þér ær og kýr. Algjörlega. Þetta algjör lúxus að fá að vinna við það sem ég brenn fyrir. En þú ert með puttan á þessum púlsi. Ertu bjartsýn? Já, maður alltaf að vera bjartsýnn og góðu fréttirnar eru auðvitað að allar lausnirnar sem við þurfum eru til og hafa reyndar sem verið til svolítið lengi. En ég hef samt áhyggjur og eftir því sem árin líða og minni árangur næst þá hef ég meiri áhyggjur svo ég sé heiðarleg. En við höfum ennþá tíma og við þurfum að taka næstu ár, þessi ára milli 2020 og 2030, það verður að vera áratugurinn sem við breytum algjörlega kúrs. Þannig ef við gerum það, þá náum við árangri. Edda Sif, ég tala við þig í gegnum fjarfundabúnað vegna þess að þú ert með COVID heima í einangrun eins og svo margir Íslendingar. Það ástæðan fyrir okkar samtali með þessum hætti núna. Hefur það ekki bara fínt? Ég hef það bara mjög fínt. Jú, hlakka til að sleppa. Bestu batakveðir og enn til hamingju. Takk hérlega fyrir.